hefur verið sagt upp störfum vegna yfirvofandi verkfalls yfirmanna á fiskiskipum. Arnar Sigurmundsson, formaður Samtaka fiskvinnslustöðva, segir að þetta sé bara byrjunin og líklega verði fastráðningarsamningum 5.000 starfsmanna frystihúsa og saltfiskvinnslustöðva sagt upp á næstunni. Karl Garðarsson. Boðaverkfall yfirmanna á fiskiskipum 20. nóvember næstkomandi þegar farið að hafa áhrif og hefur öllu landverkafólki á síldarvinnslu Neskaupstaðar og hraðfrystihúsi Eskifjarðar verið sagt upp störfum frá og með 3. desember næstkomandi. Uppsagnirnar ná til 400 starfsmanna þessara fyrirtækja. Magnús Bjarnason, framkvæmdastjóri hraðfrystihús Eskifjarðar, sagði í samtali við Stöð 2 að boðað verkfall yfirmanna væri eina ástæða þessara uppsagna. Verkfalli hefði þau áhrif að ekkert hráefni bærist á land og því væru þeir neyddir til að grípa til þessara aðgerða. Í fastráðningarsamningum kveðið á 4 vikna uppsagnarfrest, en í neyðartilvikum hægt að láta fastráðna starfsmenn fara með skemmri fyrirvara, samkvæmt lögum frá 1979. Arnar Sigurmundsson, formaður Samtaka fiskvinnslustöðva, segir að þessar uppsagnir komi ekki á óvart og að fleiri eftir að fylgja á eftir. 5.000 starfsmenn frystihúsa og saltfiskvinnslustöðva eru með fastráðningarsamninga og Arnar segir að flestir megi búast við uppsagnarbréfum á næstunni að öllu óbreyttu. Hann segir að margir hafi haft samband við samtökin í gær og í dag og spurt hvernig best væri að standa að þessum uppsögnum. Ástandi því ógnvænlegt og svo getur farið 5.000 landverkamenn missi vinnuna í desember komið til verkfalls.